Góðir gestir, gleðilega hátíð. Til hamingju með daginn ykkar sjómenn, sjómannskonur. Ég bara komin hérna til þess að láta klappa nokkrum sinnum áður en við setjum þessa skemmtun í hendurnar á veislustjóranum. En í hátíðarmessu sjómannadagsins í morgun var einn sjómaður heiðraður eftir 45 ára sjómennsku. Það Guðmundur Ólafsson sem staddur hérna með okkur núna ásamt eiginkonu sinni Hafdísi Jónsdóttur. Ég ætla að biðja ykkur að klappa fyrir Gumma og Hafdísi. Eins og flestir vita, þá fagnar Sjómannafélag Ólafsfjarðar 40 ára afmæli sínu á þessu ári og hefur minnst þessara tímamóta með ýmsum hætti. Það fyrirferðarmesta þessi sjómannadagshátíð, þessi 3 daga hátíð sem í gangi, sem við erum að slúta hérna núna, og útgáfa á bók sögu Sjómannafélagsins sem kallast og heitir Fullveldisróður í 40 ár. Bókinni var dreift í öll hús á Ólafsfirði og höfundur þess með okkur hérna og gestur hérna í kvöld. Atli Rúnar Halldórsson situr hérna með okkur. Ég ætla að biðja ykkur að gefa honum líka gott klapp. Og það ennþá meira klapp fyrir herramenn, af því ég ætla að halda þeim sið sem ég tók upp hér. Allir herramenn hér inni, þeir standa upp og klappa fyrir konunum sínum. Og nú komið að því, drengir, að setja þetta partí í gang og ég ætla að biðja veislustjórana að koma þetta upp, en munið, þetta okkar staður og okkar stund. Góða skemmtun! Halló, jæja, hvað segir Ólafsfjörður? Ólafsfjörður, gefum að ykkur klapp, pappanum sem ég átti aldrei. Enn eitt árið maður, djöfull þetta, það heiður að vera hérna og ég vil líka sagt það skemmtikraftar sem koma eitthvað á þessa hátíð að þá það að gera eitthvað rétt, því að hér eru bara bestu skemmtikraftar landsins, það staðfest og það pressa á fólki sem að skemmta á þessu kvöldum því að þessi salur vanur góðri skemmtun, það svolítið þannig. Þetta líka alltaf eins með alla nýja skemmtikraftar sem koma, þeir vilja helst koma í síðasta fluginu og fara í fyrsta flugi heim. Árið seinna, lengra, árið seinna, nú ég og Hundi, við erum búin að vera hérna einhverja 6 daga. Við komum á 5. Fimmtudaginn og ætlum að fara á 3. daginn. Og við erum líka orðnir svolítið svona synir Ólafsfjarðar. Þetta fyrsta sinn sem ég tek, það var klapað þegar ég dýrkum ykkur, sko. Ég hættum ekki að mæta, við vorum bara að rifja þetta upp á. Ég held við komum hérna í fyrsta skipti 2015. Þetta er 8 ár. Þetta fyrsta sinn sem ég tek konu og börn með. Og í síðasta. Klappaði enginn fyrir því. Fyrst og síðasta, nei, þetta svo mikill munur og það rosalegt, eins og Steindi sagði, við erum að koma hérna 8. ári í röð. Svo ég að fara með konunum minni í fyrsta sinn og hún spurði mig, hvernig er þessa bústaði, eru sængur og svona? Ég bara, já, það þér. En svona sænguföt og allt það, þurfa að pakka því. Ég bara veit það ekki. Hvað, ertu búin að vera þarna 7 ári í röð? Jú, ég veit alltaf að það eru sængur, ég sofa með sæng alltaf þarna, sko. Bara hringdi í gaurinn, maður. Ég bara, hringi Bjössa, ekki sænguver? Jú, þetta eru sængur. Já, ég við Rakel bara, það eru sænguver, við erum góð. Eru handklæði? Guð minn góður, það veit ég ekki, maður. Hvað, fórst aldrei í sturtu? Ég bara, jú, ég fór í sturtu, það lítur að vera handklæði. Hringdi í hann, ég vildi að hringja aftur í Bjössa, Bjössi, eru handklæði? Þetta eru handklæði, já, þetta eru handklæði, Rakel, það eru handklæði. Þannig að það smá munur að vera hérna einnig að vera með konunum, það verður að viðurkennast. Það steiktasta við þetta er að ég hringdi nákvæmlega sömu símtölum. Við erum svo miklu fámenn. Ja, þetta hægt, sko. Nei, en herru, við erum í rauninni ekkert veislustjórar, við erum partistjórar eins og þið vitið og við ætlum að tjekka á hvað borðið mesta stemningin akkurat núna og hún svolítið. Sjómannafélag Ólafsfjarðar 40 ára á þessu ári og geri aðri betur.
Félagið á sitt búsetur upp í Brekkugötu 9, gamla sparisjóðnum. En einhvern tímann byrjaði þetta og ég hitti einn úr fyrstu stjórninni, Ásbjörn Jónsson. Það var það náttúrulega Sjómannafélag Ólafsfjarðar og verkalýðsfélagið var hérna saman. 69 þá ganga þessi félög í einingu á Akureyri. Og síðan, ég veit ekki hvenær sjómenn gengu í raun og veru inn í Sjómannafélag Eyjafjarðar. En allavega vorum við þarna á þessum tíma þegar þetta og Sjómannafélagið, Sjómannafélag Eyjafjarðar með allt á sinni könnu fyrir okkur Ólafsvíkinga. Svo náttúrulega fer að breytast útgerðarmátinn þegar bátarnir fara að verða meira heima. Kringu 68 þá þau meira til löndunar í Ólafsfirði. Og þarlendi eru sjómenn miklu meira heima við. Og svo kemur skuttogarasystemið þegar Ólafur Bekkur kemur. Og þá fer náttúrulega að koma menn sem eru vanir togaraútgerð, sem við kölluðum af fullorðnu togurum. Þeir töldu sig alltaf vera æðri hinum lægri, af því að skuttogarnir sem komu, þeir voru allir á bátakjarasamningum. Hinir voru á togarasamningum. Og við náttúrulega fylgjum með. Ég fer til Ólaf Bekk 73, í desember 73. Þá kom hann vorið og ég fekk pláss haustið. Og þá eru nokkur Akureyringar þarna. Og við erum náttúrulega í sama félagi við þá sem eru þar. En menn fóru nú að kurka svolítið í félagið, að láta félagið gera meira fyrir sig og annað. Og það var eins og Gísli sagði einhvers staðar að það var alltaf lengri leið frá Akureyri til Ólafsfjarðar heldur en frá Ólafsfjarðar til Akureyrar. Náttúrulega engin furða að færðin var léleg og menn hræddir að fara múlan og allt hvað eina. Nema að það svona smá ólgast alltaf í félagsmönnum að fara og hugsa kannski að vera bara sjálfstæðir. En við erum náttúrulega í stjórn hjá Sjómannafélagi Eyjafjarðar. Og svo 82 haustið þegar tekin ákvörðun það að fara að byggja verkfræðishöllina. Eða þeir alþýðuhúsi sem heitir, en við köllum þetta verkfræðishöllina. Og Guðjón þar í framkvæmdanefnd. Og getur sagt okkur alveg nákvæmlega tölur og allt í kringu þetta. Og þar sem að fjárhagurinn var nú ekki beisinn hjá þessum félögum og félagsskuldin ekki mikil heldur. Þannig að við töldum það að við erum bundnir bara í báða skó það sem eftir væri. Og gætum eiginlega ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það eiginlega, þetta borið upp á fundi hérna, hjá félagsmönnum og þá ákveðið að fara bara í því að ganga úr Sjómannafélagi Eyjafjarðar og stofna okkur eigin félag. Sem þá og gekk eftir 83. Það nú verið svolítið frétt fyrir Akureyringana. Já og nei, þeir náttúrulega voru búin að finna þessu ólgu, Þannig að í raun og veru breytti þetta ekkert svo voðalega miklu og þeir skildu okkur ósköp vel, Og þú ert í fyrstu stjórninni? Ég í fyrstu stjórninni hjá Sjómannafélagi Eyjafjarðar. Nei, Ólafsfjarðar. Og náttúrulega var í Ólafsfjarðar deildinni líka. Ég og Gísli vorum þar. Við Gísli vorum náttúrulega svona sitt og hvar saman til sjós og annað og við fórum í það að semja við Akureyringar, ganga á félagi og slíta þessi bróðirni sem var gert
og hérna skipta sjóðum og annað sem okkur fannst eðlilegt að við gætum gert. Af því að við vorum búin að afla tekna fyrir félagið alveg eins og við og fengum þarna smá umbun til þess að starta. 40 ára afmælið var haldið með glæsibrag og þar var mikið músík. En sjómannahátíðin sett, það nokkuð ljóst. Og síðan talaði ég við formanninn, Ægi, og varaformanninn, Gest. Já, það var eiginlega ýmislegt sko. Við ákvaðum fyrir 1-2 árum fórum við farnir að tala að gera eitthvað í sambandi við þetta afmælisár. En sjómannafélagið var 40 ára, 27. janúar í ár og stærsta verkefni okkar var útgáfa á bók sögu félagsins sem að í upphafi átti að vera blað sem gefið yrði út sjómannadagshelgina 2023 en eftir að við fengum Atla Rúnar Halldórsson til liðs við okkur og hann kom hér og skoðaði hvað væri til, fundagerðarbækur og annað og okkur fannst ekki vera neitt til þetta en þá reif hann uppkastið sem var á A4-blaði sem ég var búinn að vanda mig rosalega mikið við að gera. Hann reif það í tætlu og hendi hérna í rusltunnu og ég var þá viss það að það er ekkert úr þessu blaði. Og ég sagði, var ekkert nýtilegt sem hún gæti skrifað eða. Hann sagði, jú, en við erum sko að fara að skrifa bók, ekki einhvern blaðsnepil. Og það var upphafið og síðan fór bara svo vinna í gang og bókin var strax þegar vinna hófst þá var ákveðin útgáfu dagur 2. júní 2023 og það stóð. Bókin var gefin út á þeim degi og við héldum hérna hófi í Tjarnarborg og dreifðum síðan bókinni frítt til allra íbúa í Ólafsfirði og allra félagsmanna og síðan hún til sölu fyrir aðra. Nú... Svo veglegur sjómannadagur að sjálfsögðu. Já. Já, það byrja bara strax þarna á föstudeginum og mikið stuð þarna kvöldið. Sóli Hólm og uppistandari og laugardeginum þá byrja bara kl. 10 morgun dorgveiðikeppni fyrir börnin og svo eftir hádegi kapparóður og keppnum alfreðstengina og fótboltaleikur milli sjómanna og landmanna. Þannig að það var ýmislegt svona og svo út til skemmtun í Tjarnarborg þarna kvöldið. Þetta allt svona með hefðbundnum hætti og heilmikið skrall á sunnudagskvöldinu. Já, við slúttum þessu alltaf og höfum gert það núna í nokkur ára að slúta þessu í Íðardahúsinu og það er heilmikið mál að breyta Íðardahúsinu í skemmtistað. En við höfum gert það og það er svona, eins og maður segir bara, það er miklu skemmtilegra. Tjarnarborg var hægt að taka við þessu fjölda og
bara þrengsli en þetta, við vorum með bara glæsilega skemmtidagskrá og dansleik og flottan mat frá bötanum og þarna voru Öddi og Steindi veislustjórar og við vorum með hljómsveitin Albatross, Sverrir Bergmann söngvari og vorum síðan með Bríett og Röggu Gísla sem söngkonu og þarna eru afhent og verðlaun helgarinnar. Alfreðsstöngin er náttúrulega stærsta og mesta verðlaun sem er keppt á hverjum sjómannadegi hérna í Ólafsfirði sko, og búið að vera svoleiðis síðan 1955. Þannig að þetta er svona uppskeruhátíð sjómanna. Já. Svo er eitt sem er þarna náttúrulega á sjómannadaginn sjálfan, klukkan 10:15, skrúðganga frá Hafnarvoginni. Það er bara hefð sko. Og það er haldið til kirkju og sjómenn heyraðir. Einn reynslumesti sjómaður í Ólafsfirði er Björn Kjartansson, skipstjóri á Sólbergi og Mánabergi. Hvenær og hvernig fyrst góðstu til Ólafsfjarðar? Ég kom hingað 1966 sem stýrimaður Óla Beck. Já. Þá. Og var síðan tæp 3 ár þá. Fór svo á báta á Akureyri og Þórshöfn og kom svo aftur 1974 þegar Sólbergi kom. Já. Hvað kom til að þú varð skipstjóri hjá nýjum togara í Ólafsfirði? Ég var boðið það bara þegar ég kom. Það var þannig að ég réðist á Óla Beck. Það var þá sem hann var með skipstjóraskjölu á Akureyri að hafa samband við hann og hann benti á mig. Já. Og já, ég kom hingað og var hérna Óla í 3 ár. Já. Hvernig var Ólafsfjörður þegar þú kemur hérna, segjum bara upp úr 70, 74? Hvernig sjávarpláss var Ólafsfjörður? Það var rosalega öflug útgerðarinn þá hérna sko. Óla Bekkur kom inn og Sólberg árið eftir, 74 sko. Já. Og Sigurbjörgur kom svo aðeins einna. Og svo eru línubátar og nótabátar líka undir. Já. Það var bara mikil útgerð sko. Já. Þegar menn máttu veiða bara eins og þeir gátu? Þá máttu veiða sem maður gat sko. Já. Sjómannafélagið var stofnað hér vegna þess að menn vildu ráða sér sjálfir og töldu það að þeir hefðu ekkert það að segja hvað gert væri við fjármuni og annað og vildu bara sjálfræði. Já. Og þaðan er til dæmis titill bókarinnar. Já. Fullveldisróður í 40 ár. Það er eiginlega það sem að menn voru að sækjast eftir. Og ég held að ég hef ekki heyrt neitt sjómann hérna sem er félagsmaður í Sjómannafélagi Ólafsfjarðar segja það að þetta hefur verið röng ákvörðun. Trollið þeir draga alla daga, trollið þeir draga alla daga.
Trollið þeir draga, trollið þeir draga alla daga, trollið þeir draga alla daga. Dagur og nótt splæsast saman, spurningin þetta gaman, trollið þeir draga. Það bara dagur svona samstöðu og svona tilbreytingar, dagamunnar. Það var lengi barist fyrir því að fá þennan dag sem sko almenna frídagsjómar. Það var ekkert fyrir 87 sem að það kemur orðið inn í samninga minni mig að var sett bundið í lög að sjómannadagurinn væri frídagur eða fyrsti sunnudagur í júní ef það lenti ekki á hvítasunnu, annars næsti. Og upphaflega þetta bara til að efla samstöðu og baráttu vilja sjómanna og berjast fyrir sínum kjörum og svona umgjörðin í kringum þetta hefur víða dofnað mjög undanfærin árum. Við höfum verið svo lánsöm hér í Ólafsfirði að þetta hefur haldist kraftmikið alveg fram á daginn í dag og það er bara að þakka þeim sérstaklega sjómönnunum sko, sem að hafa staðið í þessu og haldið mjög metnaðarfullar hátíðar. Svo eftir er tekið víðar en hér. Skiptir þessi dagur máli? Já, hann hefur gert það finnst mér sko. Þetta, já, fólk, sjómenn og fjölskyldur koma saman og svona, þetta eykur samstöðuna og við talum ekki staðina sem að hafa lifað á þessu að þetta hleypir mönnum kapp í kinn og gera betur. Það voru 53 sem sögðu sig úr sjómannafélagi Eyjafjarðar og gengu í sjómannafélag Ólafsfjarðar 27. janúar 1983 ásamt 3 öðrum mönnum. Þannig að skráðir stofnfélagur félagar sjómannafélags eru 56. Og það voru ekkert alltaf blómleg tímar fyrsta árin. Það voru ekki til miklu peningar og hlutirnir eru svolítið öðruvísi heldur en í dag.
Herru, skál fyrir sjómannahátíð á Ólafsfirði. Og svo er gefin út bók. Þetta bók sjómannafélag Ólafsfjarðar, það grunnurinn, 40 ára á saga. Þegar ég fór á stað í þetta þá gerðist það sem ég grunnaði að ramminn varð að vera víðari, talsveit miklu víðari. Þannig að við erum að skarka alveg til aftur í stríðsárinu raun og veru, þar sem að byrjar upphaf þessarar alfreðstangar sem keppt hér merkilegur gripur sem að margir töluðum, allir þekktu en engi vissi orðið í Ólafsfirði nokkuð skapandi sögu þess. Öðru lagi heiðurinn sjómanna í Ólafsfirði, hún hófst löngu fyrir daga sjómannafélagsins og við reynum að dekka það og fylla í þær eyður sem voru ansi margar. Það var bara ekki til í fundagerðum en einstað ótrúlega mikið svona hluti sem að menn höfðu bara ekki passað sig á að skrá og við höfðum dálítið mikið fyrir því og það eru gloppur ennþá í þetta en eins full saga og hugsast getur og þetta meira heldur sjómannafélag Ólafsfjarðar. Þetta sjómennska og byggðarlagið Ólafsfjörður sem undir raun og veru. Þú þekktu náttúrulega til Ólafsfjarðar áður og þú fórst að skrifa þessa bók en var þessi vinna meiri eða öðruvísi en þú bjóst við? Já, það náttúrulega hjálpaði mér mikið að þekki eitthvað til hérna. Ég var í skóla í 2 ár og mamma fæddist hér og ólst upp og ég þekkti nú mikið talsveit til og ég á mína vini hér en hef ekki mikið verið hérna eftir ég hætti í skóla. Mér fannst nú mikill heiður að fá boðum að beiðni að gera þessa bók. Ég sagði strax að ég hef aldrei verið neitt sjóhundur, aldrei stundað sjómennsku. Ég hef siglt milli eyja og lands í Herjólfi og verið í Löndunagengi á Dalvík. Það nú mín reynsla en Ægir Ólafsson hlustaði nú ekkert á það. Þannig að hann ætti mér út í þetta. Þetta náttúrulega fyrst og fremst blaðamennska sem mitt fag og vinnslutíminn var stuttur, þetta ekki nema 6 mánuði sem frá því að við ákveðum að fara í þetta og bókin þetta tók kannski í allt 5 mánuði að klára þetta. Það nú ekki langur tími í einni bók af þessu tagi. Því hann var alltaf að bæta til hverju við, sko. Hún miklu stærri heldur en við lögðum upp með, sko. Og hér í dag ertu að árita og selja? Já, það í fyrsta lagi fólk sem var ekki heima þegar við dreifðum bókinu bæinn sem var afskaplega skemmtilegt. Þetta alveg ótrúlega gaman. Það miklu skemmtilega að gefa heldur að selja. Ég búin að prófa það. En og svo í öðru lagi fólk sem fékk bókina að gefa svo vill gjarnan kaupa til að gefa öðrum. Ég búin að heyra og hitta svoleiðis. Og svo í þriðja lagi bara gestur og gangandi, siglfirðingar sem koma hingað og einhverjir aðrir sem vilja bara kaupa. Og ég sel með ánægju. Má ekki segja að það ekkert svo margir bæir í dag sem halda hátölu upp á sjómannadaginn. Við erum hér á sjómannadaginn núna. Mikið að vera. Já, ég kem eiginlega frá sjómannadagsrætti í Vestmannaeyjum. Ég búinn að vinna í nokkur ár með sjómannadagsráði Vestmannaeyja og tekið þátt í að gefa út blað með þeim á hverju ári. Og núna setti ég strik og hoppaði norður land. Ég bara baðst afsökunar á því að ég gæti ekki annað en sagt já við því að koma hingað. Og mér har alltaf langað til að upplifa þessa sjómannahátíð Ólafsfirðinga. Og ég verð nú að segja það að þetta ekkert venjulegt sem verið að gera hérna. Og þetta litla félag miklu stærra heldur en margan grunnar. Það eins og suma byggingar sem eru litlari utan stórar innanfrá. Það sjómannafélagið einhvern veginn þannig. Þetta bara eins og þjóðkirkja að innanverðu, sko. Og gera, þeir eru svo, þessi gæjar sem eru í þessu félagi og stjórna þessu félagi, þeir eru svo umhugað byggðarlagið sitt. Þetta mjög merkilegt viðhorf raun og veru. Og þetta hugsunin sem var til þess að þetta félag að stofna líka. Ólafsfirðingar vildi ekkert fara inn á Akureyri og spyrja hvort það mætti gefa kirkjunni í Ólafsfirði einhverja gjafir. Það þurfti að bera undir stjórnina í sjómannafélagi Eyjafjarðar. Það átti að vera í nafni félagsins, eðlilega. Þeir vildu bara fá þetta allt hingað og fengu sitt félag og sinn völd. Frábær matur. Og í
hvert skipti sem við komum upp þá tekkum við alltaf á þessu að því að stemningin má aldrei deyja á Ólafsfirði. Hvar er stemningsborð akkurat núna? Hvar er hún? Já. Hún er helviti góð herra mig líka. Við ætlum að skála, að lyfta glösum, við ætlum að skála fyrir, já, sko, skemmtinefndinni og þetta er þessi síðasta ára að Bjössi stattu upp. Stundum gerist ýmislegt á sjó því aldrei má maður ekki neitt. Það var eins og þegar við vorum að fara á sjó og gamli vildi endilega fara. Það var orðinn 84-5 ára þá sko, en ekki nokkuð leið að stoppa hann í að róa. Og við erum með 2 báta og hann fór á litla bátnum og ég sagði hann að fara bara stutt því að hann var réttinda lítill skulum við segja. Hann var kannski ekki alveg réttindalaus, hann var með einhver undanþágu. Og svo förum við hérna bara fram á Siglufirðinum og byrjum að fiska og eftir svona rúma klukkutíma þá kemur gamli siglandi út á tokkunni og ekki nokkur leið að hlýðin einu tali sko. Og það var eitthvað svona trekt svo við kippum og hérna þeir hafðu svona varan á okkur því að varðskipið var á svæðinu í eftirliti og hérna og þegar við erum búin að keyra svona hálftíma kippur þarna vestur í Dalabrúnina þá kemur tuðran af varðskipinu og ég er alltaf bara að stoppa og þeir fara eitthvað að spyrja hvort við séum með réttindi og strandveiðileyfi og eitthvað fleira og ég var svona búinn að lenda í þeim áður svo ég segi við þá að hérna ef þeir eru eitthvað ósátti við þetta þá verður þeir bara að hringja í mömmu því að hérna hún eigi þetta og ég sé bara að róa hjá henni og það var svona einhver galsi líka í stýrimannum sem var hann á bátnum og hann segir hvað er þá eiginlega pappið? Ég sagði hann ég vil nú síður segja það frá því en það kemur svo á daginn einhvern tímann svo eftir svona hálftíma þá fæ ég hringi úr landi frá Steinála fiskmarkaðnum sem segir að það sé bara komið lögregla á bryggjuna og mikill viðbúnaður að gæslan hafi tekið mannsagamla á litla bátnum fyrir fram að Siglufjörð og sé bara að koma inn í land. Það því að hann var, eða fundu ekki skráninguna á réttindunum hans. Og það var í annars skipti held ég á svona 3-4 árum sem hann var tekinn og færður í landagæslunni. Þetta var mjög alvarlegt mál. Þetta var mjög alvarlegt mál sko. Og gamli sagði mér svo seinna hérna, sem ég fannst að vera ennþá fyndana sko að svo settist ambaninn í lúkkar og sagði við stýrimannin hann er þið bara að stýra land, veist, hann mætti það ekki, hann verið reyndarlaus. Fyllt í land á lögreglunni. Það getur ýmislegt gerst á sjó. Já, það getur alveg rosalega margt á sjó. Ólafsfirðingar hafa alltaf verið manna duglegustu við að halda upp á sjómannadaginn og sá sem lifir í dag og mann lengst er júlí. Júli, þetta ertu búinn að gera alla ævi. Hvenær byrjaði þér á þessu? Hvað varstu gamall? Já, ég var frekar ungur þegar ég byrjaði á þessu í upphafi. Þegar við byrjuðum á grásleppu á Freymundi á sínum tíma. Já. Já, maður hefur alltaf fellt hérna grásleppinettin. Hafa staðið í þessu yfir veturinn. Sjómannadagurinn, var hann alltaf hátíðlegur? Já, hann var hjá mörgum hverjum. Þá var hann það. Vegna þess að þetta var nú hérna eins og þetta var þegar maður var ungur að þá var þetta bara sjómannspláss. Já. Og menn höfðu flestir lífsviðið væri sitt af sjómennsku. Já. Svoleiðis að hann var, þetta var náttúrulega svona stór dagur í lífi fólks. Já. Hann skipti máli eins og 17. júní eða já, eins og hann gerði aðrir dagar.
það var náttúrulega alltaf haldið eitthvað upp á sjómannadaginn. Já. Það var það. Já. Og Ólafsvíkingar eru nú ennþá duglegir að halda upp á sjómannadaginn, eitt af sveitarfélögunum. Já, sjómannafélagið, þeir eru mjög öflugir og hafa verið, það má segja, eins og ég sagt, í fararbroddi, mér hefur nú svona fundist víða kringu landa, það er ekki haldið neitt upp á þetta. Nei. Þetta er eitthvað á örfáum stöðum. Já. Það er bara dagur svona samstöðu og svona tilbreytingar, dagamunnar. Það var lengi barist fyrir því að fá þennan dag sem sko almenna frídagsjómar. Það var ekkert fyrir 87 sem að það kemur orðið inn í samninga minni mig að var sett bundið í lög að sjómannadagurinn væri frídagur eða fyrsti sunnudagur í júní ef það lenti ekki á hvítasunnu, annars næsti. Og uppalega er þetta bara til að efla samstöðu og baráttu vilja sjómanna og berjast fyrir sínum kjörum og svona umgjörðin í kringum þetta hefur víða dofnað mjög undanfærin árum. Við hefum verið svo lánsöm hér í Ólafsfirði að þetta hefur haldist kraftmikið alveg fram á daginn í dag og það er bara að þakka þeim sérstaklega sjómönnunum sko, sem að hafa staðið í þessu og haldið mjög metnaðarfullar hátíðar. Svo eftir er tekið víðar en hér. Skiptir þessi dagur máli? Já, hann hefur gert það finnst mér sko. Þetta, já, fólk, sjómenn og fjölskyldur koma saman og svona, þetta eykur samstöðuna og við talum ekki staðina sem að hafa hérna lifað á þessu að þetta hleypir mönnum kapp í kinn og gera betur. Þegar ég vaknaði morguninn þú komst inn til mín. Hörund þitt eins og silki, andlitið eins og postulín. Við bryggjuna bátur vaggar hljóft í nótt. Mun ég deyja? Mig dreymdi dauðinn, sagði komdu fljótt, það svo margt sem ég ætla þér að segja. Ef ég drukkna í nótt, ef þeir mig finna, þú getur komið á mig sótt, þá vil ég á það minna. Stál og hnífur merki mitt, merki farand verkamanna. Þitt var mitt og mitt var þitt meðan ég bjó á meðal manna. Sverrir Mansa kann að segja sögur. Þá var ég á Mánuberginu og ég var formaður starfsmannafélagsins og það var ónýtur hjá okkur ljósabekkurinn og það var ákveðið að kaupa nýjan og það var svolítið mikið bras sko og á ljósabekknum stendur alveg bara super turbo sko og við klárum að setja hann upp hann í turnum og ég ákvað að fara í fyrsta tíman. Ég var kokkur. Svo þegar strákarnir kom inn á vakt þá var ég búinn að bera á mig sósulit og var bara allur saman bara svarbrúnn. Sagði við strákarna að þeir skyldu alveg passa sig á ljósabekknum því þetta væri bara super turbo bekkur, ég hef bara verið í 1,5 mínútu. Og svo fóru þeir að tínast í bekkin einn og einn bara, hálf mínúta og 1 mínúta. Svo kemur sem var skipstjóri og kemur niður í mat og þá var alltaf kokkurinn búinn að vera að elda allan morgun og fann að svitna á annan, það var að leka bara svona daumar og hann segir mér, Sverrir, er þessi ljósabekkur ekki bara stór hættulegur? Og ég horfi svona á hann og segi, Sigþór,
þetta bara sósulitur. Ég var bara stríða strákon. Og þá horfir hann svona grafalvara á mig og segir, Sverrir, þú fíblast ekki með mig. Strákarnir, þau fara ekkert meira heldur bara 1 mínútu í bekkinni inn. Og þetta var ógeðslega gaman maður og mikið búið að lægja þessu. Sverrir, þú fíblast sko ekki með mig. Strákarnir fara bara í bekkinni í 1 mínútu mestalagi. Super turbo. Já. Líka hafa gaman að dansa og njóta